Góðan daginn, gott fólk og verið velkomin í beint streymi hérna úr Norræna húsinu. Næstu klukkutímana fer fram hér málþingið Samtaka til framtíðar. Ég heiti Siggi Gunnars. Og ég heiti Ugla Stefania og við ætlum að vera með ykkur hérna í allan dag að kynna ýmsa skemmtilega viðburði og mikið sem í gangi í dag. Það verður ýmislegt í gangi í dag hér og eftir til dæmis samtal formanna. Svo ætlum við líka að fá einhverja erlenda gesti. Þú ætlar að spjalla við þá á útlensku. Á útlensku. Við höfum spjalla hérna aðeins fyrir gesti og gangandi. Já, akkurat. En við ætlum að byrja á því að fá hérna fulltrúa frá félagsmiðstöðinni. Félagsmiðstöð Samtakanna 78 á Tjarnarinnar sem ekkert smá flott verkefni. Já, hefur blásið út. Já, og bara búið að stækka mjög mikið undanfarna árum. En við ætlum kannski bara að leyfa þeim að kynna sig og spjalla við ykkur aðeins. Þau eru stjörnurnar, leyfum þeim að kynna sig og bara let's go! Let's go, takk. Hæ, ég heiti Sigur og ég nota fornafnin hann eða hán. Hæ, ég heiti Hekla Bjartur og ég nota hán. Hæ, ég heiti Salka Snæbrá og ég nota fornafnið hún. Hæ, ég heiti Elliot og ég nota hann. Já, eins og við sögum þá erum við úr hinsegin félagsmiðstöðinni og eins og við öll vitum þá eru hinsegin dagar á hverju einasta ári og við elskum að fara á það og hefum oft verið líka í göngunni sjálfri. En okkur finnst vanta meiri viðburði fyrir ungt fólk og ungt fólk undir 18 ára. Sem sagt síðust ár hefur við séð að eiginlega allir viðburðir eru bannaðir annarkvort innan 20 eða 18 vegna að þeir eru á börum. Okkur finnst þurfa að laga þetta vegna þess að okkur langar líka að geta tekið þátt því það er alveg skemmtilegast að fá að taka þátt í allri vikunni í staðan fyrir bara göngunni sjálfri. Það eru til svo mikið af skemmtistöðum, bara stöðum í Reykjavík sem er hægt að nota sem eru ekki barir og þá þyrfti ekki að vera áfengi því að það er ekki áfengi alltaf til þess að skemmta sér þótt að það sé gaman. Ég sem hinsegin unglingur og bara táningur kom fyrst í félagsmiðstöðina þegar ég var í 8. eða 9. bekk. Vegna þess að ég var nýbúin að fá fræðslu frá 78 og það var fyrsta fræðslu mín í grunnskóla. Og mér fannst það bara frábært umhverfi og skemmtilegt fólk og allir tóku öllum ótrúlega vel. Okkur finnst samt líka vanta meiri hinseginfræðslur í skóla, bæði grunnskóla og menntaskóla, vegna þess að það eru mjög margir ennþá fáfróðir og það vantar ennþá upp á svolítið mikið. Við samt núna í dag, samt sér maður miklu meira hinsegin fólki koma út fyrr vegna plattforma eins og TikTok og Pinterest og svoleiðis út af því að það er bara miklu meira hinsegin umræður þar inni og það bara blómstra hinsegin unglingar. Takk fyrir. Góðan daginn. Ég heiti Hekla Bjartur og er 13 ára hinsegin einstaklingur. Ég hef verið að fara í hinsegin félagsmiðstöðina sín í haust. Að vera hinsegin unglingur er ekki það besta í heimi eins og þið geti ímyndað ykkur, en tilvist mín í félagsmiðstöðinni hefur hjálpað við ýmsa hluti. Ég kom út sem tvíkynhneigt fyrir næstu 2,5 ári og hef lifað í hinsegin heiminum síðan. En það var samt eiginlega eingöngu á netinu, svo að geta tala við önnur hinsegin ungmenni augliti til auglitis hefur verið frábært. Sérstætt fólki í lífi mínu hefur alveg hlustað á mig tala vandamálum mín sem tengjast hinseginleikanum, en enginn jafnvel og jafnaldrar mínir í félagsmiðstöðinni. Ég byrjaði að nota fornafnið hán þegar ég var í 7. bekk og það gekk alveg vel þá. En nú ég í 8. bekk og það aðeins erfiðara vegna þess að kennararnir mínir eru aðeins á eldri kantinum. Og líka strákalæti. Strákalæti er eitt stærsta vandamál í samfélagi unglinga í dag og aukast sífellt því eldri sem maður verður á unglingadeildinni. Allt of mörgum unglingum finnst fyndið að gera lítið úr minnihlutahópum en mest eru þetta strákar. Ég tekið eftir því að indæli strákar sem breytast allt í einu í hávær og dónaleg skrímsli þegar þeir eru með vinum sínum. Ég hef verið kallað faggi oftar en ég get talið og allt of mörgum finnst svona tal alveg drepfyndið.
Ég veit ekki hvað ollir þessu, ég býst við að það sé bara hjarðhegðun eða eitthvað slíkt. En mér finnst ekki vera mikið hægt að gera í því. Ég hef upplifað hversu vondir strákar geta verið þegar þeir hafa þessu svona. Eitt strákur sem ég þekki kom út nýlega og það er eins og það muni aldrei hætta að dynja á honum. Öll þessu komment og ofbeldi er langt frá því að vera í lagi. Það vantar mikla fræðslu í skólanum minn, greiði gagnkynhneigða sísfólki veit nákvæmlega ekkert hvað eru að tala um. Eitt sem ég er ekki viss um að hvort er hægt að gera en mjög mikilvægt er að gefa fræðslu í skólum sem eru ekki á höfuðborgarsvæðinu. Ég á nokkra vini sem eiga heim út á landi og það er miklu meiri homofóbía þar. Síðan er líka vandamál hversu lítið krakkar vita þetta, aðalega vegna rangra upplýsingar úr sjónvarpsefni og af internetinu. Eitt annað sem er mikilvægt er að fá hinsegin kynfræðslu eða bara betri kynfræðslu yfir höfuð. Ég er alltaf að fá spurningar eins og hvernig stundar lesbíur eiginlega kynlíf og svoleiðis. Það síðasta og mikilvægasta í mínum augum er að segja kennurum að hafa meiri stjórn á svona strákalátum. Það er ekki gaman þegar íþróttakennaramanns notar dauðanafni viljandi og varla nokkuð er gert í því. Eða þegar krakkar eru að segja þér hvernig það virkar að vera kynsegin eins og kynsegin manneskjan veit ekki betur í þeim aðstæðum. Það bráðvantar bara fræðslu fyrir kennara vegna þess að mér finnst að kennararnir vita ekki nógu mikið þetta og þess vegna geta þau ekki gert mikið í því. Takk fyrir mig. Já, hæ. Finna þetta. Hæ. Ég heiti Salka og ég er lesbía. Þegar ég var í svona 5. bekk, þá spurði vinkona mín mig í frímínútum, Salka, ert þú lessa? Og ég var bara eitthvað, nei, hvað er það? Ég veit það ekki. Og svo fór ég heim, kvöldið og var að horfa á vídeóinu Britney Spears fyrir Oops, I Did It Again. Hugsa bara endalaust bara, ég er ekkert lesbía. Hvað er það? Sem var mjög áhugavert, tímabil í mínu lífi. Svo núna, þegar ég er 18 ára, þá er ég komin út sem lesbía. Ég kom út fyrir 4 árum þegar ég var 14 ára og bara nákvæmlega í dag upp á daginn eru 4 ár síðan ég kom út fyrir mömmu minni í bíl, eins og allir. Ég kom í fyrsta skipti í hinsegin félagsmiðstöðina nokkrum mánuðum eftir það og það er bara búið að breyta lífinu mínu. Bara hinsegin félagsmiðstöðin er bara mögulega besta sem hefur komið fyrir mig. Hrefna sem er forstöðukona þar og allir vinir mínir og allt fólki bara sem ég er búin að kynnast þar er bara svo ótrúlega mikilvægt fyrir mig. Ég veit bara ekki hvar ég væri ef ég væri ekki búin að kynnast þessu fólki. Ég væri bara eitthvað lengst inn í skápnum. Þegar ég kom fyrst í hinsegin félagsmiðstöðina þá var bara svona einhver sem skildi mig. Það var bara fólk sem hlustaði á sömu tónlist og ég, klæddi sig eins og ég og það var bara aðrar stelpur sem fíluðu stelpur líka. Og ég var í svo miklu sjokki. Þetta er svo ómetanlegt starf, það þarf að vera. Og ég finnst bara svo mikilvægt að þetta sé til, Ég man bara eftir að koma þangað í fyrsta skipti og hitta allt fólkið og læra svo mikið bara alls konar. Og ég veist ekki hvað það var að vera trans eða að vera kynsegin eða neitt. Og að það var eitthvað, fólk gæti bara nota önnur fornöfn en hann og hún. Það var ógeðslega mikilvægt, bara sérstaklega til að læra. Já, ég er á öðru ári í Kvennó núna, þannig að ég útskrifaðist úr Hlíðaskóla fyrir 2 árum. Skólakerfið stóð sig bara ekki það vel fyrir mig, verð að segja. Ég var í Hlíðaskóla sem er bara með frekar góða hinsegin fræðslu miðað við aðra skóla. En á sama tíma og ég þurfti að setja gervismokk á gervitippi, þá fékk ég ekkert að vita neitt bara að fólk sé intersex eða eitthvað. Og þegar ég spurði kennarinn það, þá sagði hann bara, já, við vitum eiginlega ekkert það, þannig að við ætlum bara ekki að segja okkur frá því. Sem er algjört rugl. Ég skil ekki af hverju það á að vera þannig. Fyrsta skipti sem ég fékk hinsegin fræðslu var í samtökunum í hinsegin félagsmiðstöðinni hjá Guðmundi sem er oft með hinsegin kynfræðslu og mjög næs, mjög fínt.
Og já, ég bara, að vera hinsegin ungmenni er bara skemmtilegasta sem að ég er. Mér finnst það svo mikilvægt hluti af mér. Það er svo mikilvægt, svo gaman og skemmtilegt, líka erfitt, en það er gert einhvern veginn miklu auðveldara út af fólkinu sem að ég fæ að þekkja út af þessu. Og þessi hluti af lífinu mínu sem að ég ætlaði bara að pakka saman, setja í box, bara í burtu, bara, ekki hugsa þetta, er bara búið að veita mér bara það besta við unglingsárum mín, að fá að vera í samtökunum. Og núna þegar ég er að eldast upp úr hinsegin félagsmiðstöðinni, þá bara, ég get ekki ímyndað mér hvernig það væri ef ég hefði aldrei komið. Bara svo mikið sem ég er búin að læra fólk sem ég er búin að kynnast. Bara ungt hinsegin fólk. Við erum hérna. Við skiptum máli. Við erum þau sem eru að fara að taka við að ykkur. Þannig að látið okkar málefni ykkur varða. Berjast fyrir betra skólakerfi, þó að þið séu ekki lengur í því. Við skiptum svo miklu máli. Og mér finnst bara, það er bara svo mikilvægt að við berjumst öll fyrir, bara öllum krakkunum sem koma eftir mér, öll sem koma undan mér. Og já, takk fyrir mig. Já. Að finna út að ég væri trans var eitthvað sem tók mig mörg ár. Í umhverfinu sem ég var alin upp í var trans-hugtakið skilið sem klæðskiptingar sem vilja þá bara klæða sig í föt af hinu kyninu. Það var langur tími sem leið þar sem ég hélt að ég væri bara lesbía. Ég hélt á þeim tíma að það væri kannski meira samþykkt í samfélaginu, frekar en að vera trans. Ég skammaðist mín stanslaust yfir því að ég væri lesbía. Margir strákar og stelpur niðurlægðu mig fyrir hver ég væri. En manneskjan sem skammaðist mest yfir því var ég sjálfur. Ef það hafði ekki verið fyrir það að finna lítinn samtökin 78 limmið á bók sem ég hafði fengið lánaða frá Borgarbókasafninu, var ég ekki sama manneskja sem ég er í dag. Bókin var Carol, sem opnaði nýjan heim fyrir mér. Ég er ekki eins ótrúlega óvenjulegur eins og ég hélt. Ég heimsótti skrifstofu samtakana svo stuttu seinna. Ég er svo kynntur fyrir hinsegin félagsmiðstöðinni. Ef ég hafði ekki fundið þann stað, ætti ég ekki þetta æðislega félagslíf sem ég á í dag. Og ég er umkringdur á hverju einasta þriðjudagskvöldi af indælu fólki. Áður en ég mætti þangað var ég samt að googla í inkognító af hverju líður mér eins og ég sé fæddur í vitlausum líkama. Er það venjulegt? Ég fékk svo lánaða bók kynvitund frá bókasafninu, en vil ég giska á hvað ég gerði. Ég skammaðist mér svo mikið yfir því að ég faldi bókina undir púðunum mínum og las hana í leynd. Ég vildi bara hreinlega ekki eiga samtali við annarkvort af foreldrum mínum það af hverju í andskotanum væri bók kynvitund undir púðunum mínum. En svo var ég kynntur betur fyrir því í félagsmiðstöðinni og ég fattaði hægt og rólega að þessi líkami sem ég fæddur í væri aldrei hver ég væri í raun. Í dag er ég samt stoltur yfir því hver ég er. Og að miklu leyti samtökunum 78 þakka fyrir það. Já, og með því er Málþing Samtakanna 78, Samtaka til framtíðar, sett. Takk fyrir þetta, mikilvægt skilaboð þarna og greinilega flott starf unnið í þessari félagsmiðstöð. Félagsmiðstöð Tjarnarinnar og Samtakanna 78. En þess má geta að 110 krakkar, það bil 110 krakkar mæta þar í hverri viku á opið hús, en opið hús er alltaf á þriðjudögum og þangað eru allir velkomnir. En já, við erum farin af stað, nú tökum við okkur örstutta pásu og svo hér eftir skamma stund samtal formanna Samtakanna 78, ekki fara langt.